Sigurður Ingi Jóhannsson hættir sem formaður Framsóknarflokksins á næsta flokksþingi sem haldið verður í febrúar. Þegar við göngum til flokksþings mun ég ekki bjóða mig fram til áframhaldandi formennsku. Þúsundir hafa komið saman á yfir 2500 stöðum í Bandaríkjunum gegn því sem mótmælendur kalla konungstilburði Bandaríkjaforseta. Lítill rafbíll gæti lækkað 200.000 krónur áramótin við niðurfellingu vörugjalds. Lítill bensínbíll gæti hins vegar hækkað 700.000, segir forstjóri Brimborgar. Forseti Íslands var eini vestræni leiðtoginn á kvennaráðstefnu í Beijing í vikunni. Veglegar móttökur sem hún fékk hjá kínverskum stjórnvöldum hluti af stærra plani, segja viðmælendur fréttastofu. Gott kvöld. Ný forysta Framsóknarflokksins verður kjörin á flokksþingi í febrúar. Sigurður Ingi Jóhannsson tilkynnti á óvenju fjölmennum fundi miðstjórnar í dag að hann ætlaði ekki að sækjast eftir áframhaldandi formennsku flokksins. Hann hefur leitt flokkinn frá 2016. Þrýstingur var innan flokksins að flýta flokksþingi í ljósi veikrar stöðu flokksins sem fékk einungis 5 menn kjörna á þingi síðustu alþingiskosningu. Formaðurinn fékk hlýjar viðtökur þegar hann hafði lokið ræðu sinni. Velkomin Sigurður Ingi. Takk. Af hverju ákveður að taka þessa ákvörðun? Það við sem erum búin að vera núna í svona leiðtoga hlutverki hjá Framsókn, erum búin að vera í ríkisstjórn meira og minna í meira en áratug. Okkar hafnaði síðustu kosningum og mér hefur bara þótt eðlilegt að það yrði endurnýjun á einhverjum tímapunkti. Og ég mat það svo eftir samtöl mín við flokksmenn núna síðustu vikurnar að þetta væri nákvæmlega rétti tíminn til þess að á flokksþingi sem við höldum að jafnaði í febrúar til apríl myndum við halda í febrúar nægilega langt frá sveitarstjórnarkosningum og skipta þar eða sem bara kjósa þar formann, varaformann og ritara að nýju. Hversu verður þetta ritara í dag? Já. Það sem Ásmundur Einar ákvað að hverfa frá því starfi núna í haust og þar voru 3 öflugir kandidatar og Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir var þar kjörin. En eins og þú nefnir, þá reið Framsóknarflokkurinn ekki feitum hesti frá síðustu alþingiskosningum og hefur ekkert einhvern veginn náð vopnum sínum með við skoðanakanni síðan þá. Var þrýst á því innan flokksins að hætta? Nei, þessi ákvörðun algjörlega mín og satt best að segja tók ég hann á hestbaki í sumar en var auðvitað tilbúin að endurskoða hana eftir því hvernig málum háttaði innan flokksins. Eftir ég var búin að hitta mikið af fólki, finna fyrir mikla hvatningu og stuðningi til þess að halda áfram. Þá var það samt mat mitt að þetta væri rétt í tímapunkturinn til þess að segja bara nú þurfum við að fara að undirbúa okkur fyrir næstu kosningar, næsta Framsóknar áratug og þá væri þar alveg eðlilegt að ég myndi stíga til hliðar á næsta flokksþingi. En hver svona þín skýring á því að stuðningu við Framsóknarflokkinn hefur dregist saman? Okkur var hafnað í síðustu ríkisstjórn og fólki í landinu var orðið mjög þreytt á þeirri ríkisstjórn sem hefði setið í 7 ár og gert reyndar mjög margt gott sem ég fór yfir í ræðu minni. Og vildi gjarnan að ný ríkisstjórn myndi njóta þess. Þau hafa fengið að tala mjög mikið alls konar hluti og gagnrýni okkar hefur ekki bitið á þau. Fólk hefur hreinlega bakkað þau upp. Ég held að nú sé hins vegar að koma svona 2 grímur á marga með við loforðaflauminn sem var bæði langur og dýr og alls konar loforðum ýmist hluti sem átti ekki að fara í en á að fara í eða hluti sem átti að fara í eins og nánuði verðbólgunni en virðist ekki vera að ganga. Að þá hefur mér fundist á síðustu vikum að hljómgrunnur fyrir eðlilegri gagnrýni aðhaldi sé að vaxa og við höfum þetta séð fylgisaukningu síðustu vikur og ég hef líka bara fundið það meðal flokksmanna okkar sem sannaðist náttúrulega bara best í dag þegar það mæta rúmlega 170 stærsti miðstjórnarfundur sem við höfum haldið fyrir utan að var 300 mann sem komi og var viðstatt fundinn svona með jafnaði við daginn. Einmitt. En þú ætlar að sitja áfram á þingi. Er það þægileg staða fyrir nýjan formann að hafa því baksætinu? Sjáum til með það, en ég allavega var kjörinn á þing og mér finnst mikilvægt að þingflokkurinn sem ekki stór geti nýtt reynslu mína og þekkingu til þess að vinna þá vinnu sem við þurfum að vinna innan þingsins. Ég sá að Erna Solberg sem nú formaður hægri flokksins í Noregi
var að óska eftir því við sína flokksmenn að halda flokksþing þar sem hún myndi stiga til hliðar en lýsa því yfir hún ætlaði að vera leiðtogi á þinginu fyrir flokkinn út kjörtímabilið. Östu til lokin, hvernig ætlar þú að styðja sem eftirmann þinn? Ég verð með eitt atkvæði, það er grassrót flokksins sem ræður. Ég mat það svo eftir samtöli núna síðustu vikur vikur að þetta veri rétti tíminn fyrir grassrótina, fólkið í flokknum ræður. En þú ert með eitt atkvæði, ertu búin að ákveða hvert það fer? Nei, það er nú fara fram bara spennandi tímar og eitt dæmi það var að það voru 3 öflugir frambjóðendur þetta starfi ritara sem þó veru kosið aftur eftir 4 mánuði. Einmitt. Takk fyrir komuna, Sigurður Ingi. Og við höfum ekki alveg sagt skilið við Framsókn því ætlum að skipta yfir á Hilton hótelið þar sem miðstjórnarfundi lýkur þar með hátíðakvöldverði. Þar eru Haukur Hólm fréttamaður. Já, Haukur, þegar ákvörðun Sigurður Inga liggur núna fyrir þá er væntanlega lítið annað talað en formannsslaginn framundan og hvaða nöfn eru þar helst nefnd? Það er náttúrulega margir kallaðir en fáir útvaldir. Þetta er nafn varaformannsins Lilju Alfreðsdóttur nefnd en einnig hafa heyrst oft nefnd nöfn eins og til Vilhjálms Þórssonar fyrrverandi heilbrigðisráðherra þá hann sé nú horfinn til annarra starfa sem á nafn Einars Þorsteinssonar fyrrverandi borgarstjóri Reykjavík en Lilja er hérna hjá mér. Lilja, ætlar þú að gefa kost á þér í formannsembætti? Já, það er nú þannig að grassrótin hún hefur skorað á mig vítt og breitt landið og ég er búin að ferðast landið núna síðustu vikur og ég hef fengið mjög góðar móttökur og þannig að það er mikið hvatning en við eigum auðvitað eftir að sjá bara hvernig framvindan verður og nú er þetta auðvitað svolítið dagurinn hans Sigurðar, hann er að svona kveðja sína formannstíð í dag og hann auðvitað hefur verið ráðamaður hér í talsverðan tíma og þannig að við erum bara núna að ráða ráðum okkar. En aðalatrið er að hér var stútfullur miðstjórnarfundur, fullt af ungu og kraftmiklu fólki, þannig að ég er svo bjartsýn eftir daginn, sérstaklega að sjá þetta efnilega unga fólk sem er að tala húsnæðismarkaðinn, tala utanríkismálin og er bara á fleygiferð. Og ef ég get fengið að vera fulltrúi þeirra til þess að leiða landið okkar áfram og við höldum áfram að bæta kjör á Íslandi, þá er ég til í það en við eigum eftir að taka endanlega ákvörðun. En væri það ekki mjög slæm staða fyrir flokkinn að hafa formann utan þings? Nei, nú er það svo að við erum með 5 þingmenn og margir hafa nefnt við mig að þetta myndi breikka okkur og við værum þá með formann sem væri ekki fasturinn á þingi, heldur gæti verið að halda fundi út allt og ég er búin að vera að gera það á síðustu dögum og hef haft bara mjög gaman að því en svo hefur mér líka fundist gott þessi tími sem maður hefur ekki verið niður á þingi heldur að tala við fólk út allt land. Þannig að ég tel að allt sé hægt. Örstutt í lokin, hvað til þú Sigurður Inga til að hætta? Nei, það gerði ég ekki. Segir Lilja Alfreðsdóttir en það má bæta því við að önnur Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir var í dag kjörin ritari Framsóknarflokksins með liðlega 53% atkvæða. Einmitt. Kærar þakkir fyrir þetta, Haukur Hólm. Og þá ætlum við að snúa okkur að öðrum fréttum. Mótmæli eru skipulögð á yfir 2500 stöðum víða Bandaríkin í dag til að mótmæla stefnu Donald Trump forseta landsins. Mótmæli bera yfirskriftina No Kings eða engir konungar, en mótmælendum þykir mörgum forsetinn reyna að seilast yfir valdsvið sitt í ýmsum málaflokkum. Ríkisstjórar úr röðum repúblikana hafa sett þjóðvarðliða í viðbragðsstöðu og leiðtogi flokks forsetans í fulltrúadeild þingsins segir mótmælin fyrir fólk sem hati Bandaríkin. And I'm here today to share with you some unsurprising news. We are not on the verge of an authoritarian takeover. We are in the middle of an authoritarian takeover. Og samskonar mótmæli fóru fram víða í Evrópu í dag til að mynda í Frakklandi og á Spáni, í Svíþjóð og Finnlandi. Fjölmennastir voru brottfluttir Bandaríkjamenn sem eru óánægðir með stefnu stjórnvalda í heimalandinu. Og fólk kom líka saman í Reykjavík. Áður hefur sami hópur efnt til mótmæla utandyra, en að þessu sinni voru þeir mestu innandyra á veitingahúsinu Mama Reykjavík þar sem skrifuð voru mótmæli á póstkort. We are contacting our leaders and senators in the states to demand that they step up in this fight for our democracy in the United States. So it's a form of protest. There's lots of ways to do it, and so we decided today that we would gather together in a warm cafe instead of screaming into the Icelandic wind and talk and write about our concerns, put it on paper and pop it in the mail. Forstjóri Brimborgar áætlar að lítill rafbíl geti lækkað 200.000 krónur við niðurfellingu vörugjalds áramót og meðalstór eða stærri bíl 350.000.
Bensín smábíll gæti hækkað 700.000 og meðal jeppi rúma 1 milljón. Fjármálaráðherra leggur til að vörugjald á nýja rafbíla verði fellt niður sem og á metan- og vetnisbíla áramót. Forstjóri Brynborgar segir þetta mjög miklar breytingar fyrir bílamarkaðinn en vörugjaldi 5%. Og í svona smábíl þá getur vörugjaldi sem slík verið að lækka kannski 200 skall með virðisaukaskatti og í meðalstórum bíl kannski og jafnvel stærri í svona 350 skall í lækkun. Þetta bara lækkun á gjöldunum, ekki á verðinu sem slíku því að ég má í raun ekki segja neitt það og það samkeppni sem ræður því sko. En þetta bara hálf sagan því bílar sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti hækka í verði vegna hækkunar vörugjalds og Egill segir mjög miklar breytingar þar en þetta sé í samræmi við stefnu stjórnvalda orkuskipti. Við fyrstu skoðun þá gæti smábíl verið að hækka í gjöldum með virðisaukaskatti kringum 700 skall og meðalstór bíl kannski 1 milljón og kannski meðalstór jeppa kannski 1100-1200.000. Kaupendur rafbíla geta sótt styrk sem í dag 900.000 krónur en lækkar í 500.000 áramótin. Hagstæður því að kaupa rafbíl fyrir áramót þar sem lækkun vörugjaldsins í krónum minni en orkustyrkurinn. Sem þýðir svona kannski að rafbíla vera svona nokkurn veginn á samanverði hækka örlítið í raun á næsta ári en bensínbílar, dísilbílar og tvinnbílar, tengiltvinnbílar hækka meira. Breyting verður hvað varðar tengiltvinnbílana því Evrópusambandi hefur verið að skoða eyðslu og losun þeirra sem reynist meiri en hún hefur reiknuð og því sé verið að hækka 7,2 gildi á þeim. Það þýðir hækkun til viðbótar við vörugjaldshækkunina en svo það spurning áhrif alls þessa á notaða bíla. Þetta mjög góð spurning og sjálfu sér rosa erfitt að segja til það en segjum að einhver bíl hækki 700.000, bara tökum eitthvað dæmi. Þá kannski mest áhrifin á nýlega notan eða líklega. En svo ekkert endilega gefið að þessi hækkun fari beint út í verðlag á notubílu. Þar alls konar aðrir þættir sem ráða og auðvitað samkeppni á markanum. Þannig að maður getur sjálfsög ekki sagt það en einhver áhrif muni þetta hafa augljóslega. Mjög neikvæð áhrif eru af háum innviðagjöldum á hvern farþega á skemmtiferðaskipum all land. Þetta segir formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. Verið að athuga hvort hægt að lækka gjaldi frekar en lagt til áramótin. Innviðagjaldi var lagt á áramótin og nemur 2.500 krónum á sólarhring á hvern einasta farþega. Stórt farþegaskip með 3.000 farþega greiðir 7,5 milljón króna á sólarhring. Hafi skipið viðkomu í 3 sólarhringa í 3 höfnum nemur gjaldið 22,5 milljón króna. Samkvæmt frumvarpi lagt til að gjaldið lækki 500 krónur áramótin. Núna erum við að skoða hvort að þessi nóg, af því þetta ansi dökk mynd sem hefur verið teknuð upp fyrir okkur og bara það gríðarlega mikil afleidd áhrif sem eru af þessari gjaldtöku. Arna Lára segir flesta sammála gjaldtökunni en að athuga þurfi upphæðina og útfærsluna og svo auðvitað svigrúm ríkissjóðs. Og það eru þetta stóra markmið okkar það að skila hallalausum fjárlögum árið 2027 þannig að það ofboðslega lítið svigrúm þannig að við erum að skoða það í samhengi við það þannig að við erum að skoða nokkra leiðir í því og það þarf auðvitað að vera í góðu samhengi við þessar nýju stöðugleikareglu sem við erum nýbúin að innleiða og svo framvegis. Arna Lára þekkir vel áhrif skemmtiferðaskipa á atvinnulífið því áður hún tók sæti á Alþingi fyrra var hún bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Þetta hefur einna mest áhrif á minnstu hafnirnar sem hafa verið að taka á móti minniskipunum en þetta er sama sagan allan, það bara gríðarlega afbókanir og sama hvort það Reykjavík, Akureyri, Djúpuvogur, Borgarfjörður, Eystri, Patreksfjörður, Stykkishólmur, Grundarfjörður, nefndu það allar hafnir landsins að finna fyrir þessu. Veglegar móttökur kínverska stjórnvalda þegar Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, kom til Beijing í vikunni engin tilviljun, segja viðmælendur fréttastofu. Halla var eini vestræni leiðtoginn á kvennaráðstefnu í byrjun vikunnar og fékk góðan tíma með forseta Kína. Halla var ein af 5 þjóðarleiðtogum sem mættu á kvennaráðstefnuna hér í Beijing síðasta mánudag og fyrsti leiðtoginn til að halda ræðu eftir ávarp forseta Kína, Xi Jinping. Það vakti svo athygli í hádegisverði leiðtogana á ráðstefnunni að Halla satt við hliðina á forsetahjónunum. Halla átti síðan formlegan fund með Xi daginn eftir. Í kínverskum fjölmiðlum hefur talsvert verið látið með þessa heimsókn og Halla mætti til að mynda í nokkur ítarleg viðtöl, bæði í Beijing og í Shanghai, þar sem heimsókn hennar hélt áfram. Embættismenn og sérfræðingar sem fréttastofa hefur rætt við undanfarna daga segja að þetta sé engin tilviljun.
Kínversk stjórnvöld lögðu sig í langan tíma fram við að fá forseta Íslands á ráðstefnuna, ekki aðeins til að vísa í heimsókn Vigdísar Finnbogadóttur forseta árið 1995, heldur einnig til að geta bent á að vestrænn leiðtogi hafi mætt. Viðmælendur Fréttastofu segja einnig að þetta sé hluti af vilja og áætlun kínverskra stjórnvalda að auka og dýpka samskiptin við Evrópu. Það er rétt að hafa í huga að það blasir ekki alltaf við hvað vakir fyrir kínverskum ráðamönnum. Kína alræðisríki eins og sagt og stefnumótun í grunninn ógagnsæi, en það sem kínverskum ráðamönnum gengur einkum til að mínum mati, hvað varðar heimsóknina, að nýta sér þá góðu ímynd Íslands og þá horfa þeir einkum til jákvæðra áhrifa þess fyrir þá sjálfa heima fyrir að sjást í fjölmiðlum í félagskap forseta Íslands, upptáði sem ekki flóknari en þetta. En auðvitað Ísland líka Evrópuríki og sérstaklega eitt af Norðurlöndunum sem njóta gjarnan líka álits á alþjóðavettvangi. En svo hefur Kínverjar auðvitað áhuga á Íslandi og samskiptum við það og það skiptir vafalaust miklu ríkur áhugi Kínverja á norðurslóðum. I think Iceland could be a messenger because they probably have less economic conflict or whatever interest conflict with China, and then it could be a little bit neutral. They can be a little bit more objective, because they don't have anything big to do with China. So then they can say things more fairly, and then if you say things more fairly, like one peaceful smaller country like Iceland can say things in truth, in really what happened, in witness what they have in China, that could carry a lot of message. Til skemmri tíma litið horfaði fyrst og fremst til þess sem þetta gerir fyrir þá heima fyrir og til lengri tíma litið horfaði til hagsmuna á norðurslóðum. Viðmælendur Fréttastofu hér í Beijing eru þó ekki allir á sama máli hvaða merkingu á að leggja í viðtökurnar sem forseti Íslands fékk þegar hún kom hingað, en það sé þó jákvætt að samtalið eigi sér stað. I'm not sure that the Nordics have any sort of particular privileged position. I would wish that was the situation. I think in general China is very welcoming when you have heads of state visiting the country, and I think it's absolutely wonderful that the Icelandic president was here and had a good meeting. En ég viss það að þeir hafa ábyggilega ekki gefist upp á að reyna að tengja Ísland á einhverju stigi í náinni eða fjarlægari framtíð við svokallaða belti og braut áætlun sem snýst að Kína komi ársinni fyrir borð með lánveitingum og fjárfestingum og innviðaframkvæmdum í viðkomandi ríki og þeim hefur tekist það víða heim. Síðast þegar ég vissi höfðu íslensk stjórnvöld ekki svarað málaleitan Kínverja frá því fyrir nokkrum árum að Íslendingar verði þátttakendur í belt og braut og ég tel það rétt afstöðu að svara ekki þeirri málaleitan, bæði pólitískum ástæðum, en einnig vegna þess að við erum einfaldlega ekki Íslendingar í vandræðum með að fjármagna innviði og þurfum því ekki á kínversku fjármagna að halda. Og þá að veðri. Hæð yfir Grænlandi beinir til okkar norðlægri átt með kólnandi veðri næstu daga. Norðaustan 5 til 13 metrar á sekúndu og dálítil væta í kvöld, en yfirleitt létt skýjað suðvestanlands. Hægari vindur á morgun, skýjað og lítilsháttar skúrir eða él. Hiti 1 til 7 stig, nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Bestadeild kvenna í fótbolta kláraðist í dag. Breiðablik fékk Íslandsmeistaraskjöldin afhentan og þá voru einstaka leikmenn verðlaunaðir fyrir tímabilið. Ange Postecoglou var rekinn sem þjálfari Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í dag. Hann vann ekki neinn einasta leik með liðinu. Við kíkjum á Íslandsmótið í cyclocross, keppendur á HM í 5 leikum og ótrúlegan leik hafnaboltakappans Shohei Ohtani. Allt í íþróttum hér eftir augnablik. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Sigurður Ingi Jóhannsson hættir sem formaður Framsóknarflokksins á næsta flokksþingi sem verður haldið í febrúar. Þúsundir hafa komið saman á yfir 2500 stöðum í Bandaríkjunum gegn því sem mótmælendur kalla konungstilburði Bandaríkjaforseta. Lítill rafbíll geti lækkað 200.000 krónur áramótin við niðurfellingu vörugjalds. Lítill bensínbíll geti hins vegar hækkað 700.000, segir forstjóri Brynborgar. Forseti Íslands var eini vestræni leiðtoginn á kvennaráðstefnu í Beijing í vikunni. Veglegar móttökur sem hún fékk hjá kínverskum stjórnvöldum eru hluti af stærra plani, segja viðmælendur Fréttastofu. Það var upptalið hjá okkur þetta laugardagskvöldið. Við ætlum að kveðja ykkur í kvöld með myndum af blómlegu dýralífi í Eyjafirði. Það var Kristófer Óli Birkisson sem tók myndirnar. Takk fyrir samfylgdina í dag. Verið sæl og njótið helgarinnar.
RÚV í kvöld. Heitur pottur ekki bara grunnur brunnur? Kappsmál, skemmtiþáttur íslenska tungu. Þáttakendur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Umsjón Bragi Valdimar Skúlason og Vigdís Hafliðadóttir. Ég missi sín og drátt niður eftir